Góðan dag og velkomin í Vörumerki. Þið sem hafi fylgst með og hlusta á þættina hingað til, þið hafi kannski tekið eftir að það hefur verið ákveðið þema í fyrstu 3 þáttunum. Fyrir utan að allir viðmælendurnir eru konur, þá hefur verið svona ákveðin rauður þráður í öllum þáttunum hingað til og það er varðandi tækifæri eða það að skapa sín eigin tækifæri. Sesselja Birgisdóttir, Vilma Ýr og Eva Laufey eiga allar sameiginlegt og segja frá því í þáttunum hvernig þær hafa markvisst sóst eftir því sem þær stemdu að varðandi sinn starfsferil. Og þær hafa svo sannarlega ekki fengið neitt upp í hendurnar, heldur eiga sjálfar allan heiðurinn af því á hvað stað þær eru í dag. Og ég er bara svo ánægð með þetta þema að ég ákvað að halda í það aðeins lengur. Gestur þáttarins í dag er þess vegna einmitt kona og þátturinn snýst að stórum hluta það hvernig maður getur sjálfur skapað sín eigin tækifæri. Og gesturinn, það er hún Sirrý Arnardóttir. Hún er fjölmiðlakona til 30 ára, stjórnendaþjálfari, rithöfundur, kennari og fyrirlesari, bara svo fátt eitt sinni. Og þetta er pínu svona full circle moment fyrir mig persónlega að fá Sirrý hingað í heimsókn í mitt eigið hlaðvarp. En Sirrý, hún á nefnilega stóran þátt af upphafinu af mínum fjölmiðlaferli og við komum betur inn á þetta í þættinum það hvernig áfangi sem ég var í hjá henni fyrir 8 árum var til þess að ég endaði í draumastarfinu og allar götur síðan hefur Sirrý tekið eftir því sem ég er að gera og bara verið svo hvetjandi og dugleg að hrósa mér. Og við erum að tala að það er þrátt fyrir að ég sé ein af 100 ef ekki 1000 nemendum sem hún hefur kennt í gegnum árin. Hún er bara alveg frábær og það var mér mikil heiður að fá hana hinga í settið í allra besta tech-stúdíóið. Ég ætla að minnast á það að húsgagnaverslunin Tech er einmitt styrktaraðili þáttarins og ég verð að nýta tækifærið og benda ykkur á að kíkja á allar nýju vörurnar sem streyma inn þessa dagana. Þær gera heimilið að algjörum griðarstað yfir veturinn sem er nákvæmlega það sem þetta stúdíó er fyrir mér. Svo eru líka að koma inn jólavörur þessa dagana og ég er alls ekki að tala marglitaðar blikkandi seríur eða gólandi jólasveina, heldur meira eitthvað aðeins stílhreinna og notalegra. En nóg það, við skulum snúa okkur að þætti dagsins. Hún er sest hérna hjá mér, hún Sirrý Arnardóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir, mín er ánægja. Hvernig ertu í dag? Bara ljómandi góð. Já, Þú ert það nú yfirleitt, er það ekki? Jú, svona, þú veist, þegar maður er, ég er ekki þessi manneskja sem sprett fram úr rúminu á mótnana ofsalega glöð. Ég er svona svolítið lengi í gang, en svo þegar ég er komin út í samfélagið, þá er ég bara mjög glöð. Já, eins og til dæmis núna, þegar þú varst að koma í svona hlaðvarpsviðtal, hvernig undirbyrjuðu þig? Já, bara fyrir viðtali hjá þér, að þá náttúrulega gerði ég eins og ég geri bara alltaf. Ég náttúrulega kynni mér þáttastjórnandan. Það er svo mikilvægt að vita inn í hvaða umhverfi maður er að fara. Og það sem ég hef kennt þér og fylgst með þér, þá treysti ég þér. Ég veit hvað þú stendur undir miklum væntingum. Og síðan las ég yfir spurningarna þínar, svona að því ég baði þig þú veist hvaða útlínur eins og hvað erum við að fara að tala Mér finnst miklu betra að velja svona þrengri fókus heldur en að bara svona alltaf tala allt og ekkert og síðan kannski klippa það saman eftir á og svona, þannig að ég baði spurningar svona nokkurn veginn. Ég kíkti yfir þær og svo bara fékk ég mér hollt og gott að borða og ég stóð svolítið á haus. Já. Mér finnst það alveg frábært þegar ég næði að teygja og standa á haus. Já, þú stóðst bókstaflega á haus? Já, ég stóð þessu upptökin og það er alveg bara á haus. Nei, mér líður ofsalega vel að því að ég gaf mér tíma í að gera teygjur og standa á haus og fara í brú og svona vera á hvolfi. Og það er bara alveg frábærlega gott að snúa sig við og vera svolítið lengi á hvolfi. Þú veist, bara fá blóðið, bara skipta alveg stellingu og mér finnst það hafa bara rosalega svona örvandi og góð áhrif á mann. Og svo á leiðinni hingað í bílnum að þá sá ég þetta fyrir mér og hugsaði svona, rifjaði upp okkar kynni og spurningarnar og svo bara anda ég. Ég bjóst alls ekki við því að þú myndir segja að þú hefði staðið á haus þegar þú varst á undirbúði en
ég ætla kannski að byrja að brá þessu. Þetta mjög áhugavert. Sko, ég gerir þetta ekki alltaf, en ég mæli svo innilega með þessu að maður gefur sér tíma til að það hamingju aukandi í alvöru að fá rosalegt blóðflæði í hausinn og vera á hvolfi og standa á höndum eða vera í brú eða bara standa á höndum upp við vegg eða standa á haus. Það bara, þetta svo Já, þetta meikar alveg sens að fá svona blóðflæði upp í höfuð. Mjög gott. En allavega, takk hérlega fyrir að koma og ég búin að vera mjög spennt að fá þig. Þannig að mér finnst þú nú eiga bara bílundin þátt í því að ég sé nú hérna sitjandi og með þetta hlaðvarp nýbyrjað og þú varst með þeim fyrst á listanum sem ég óskaði mér að fá sem viðmælanda. Þannig að mér finnst þetta svona pínu ekki að fá hænuna í heimsókn af því að þú, fyrir það sem ekki vita þá kendir þú mér fjölmiðlafræði á Háskólanum Fjölmiðlafærni ekki fræðin, hérna kenningar einhverja, heldur færnin að setja mál á dagskrá fjölmiðla, nýta tækifæri vel í viðtölum og kunna líka gera kröfu á fjölmiðlana þannig að þetta heppnist sem best fyrir alla. Já, og þetta ekki bara einmitt eins og þú segir fjölmiðlaferðni fyrir þá sem ætla að starfa í fjölmiðlum, heldur bara fyrir alla sem að muni einhvern tímann þurfa að koma fram en ekkert endilega bara í fjölmiðlum, bara koma fram yfir höfuð. Já. Þetta var svona þetta var líka í áfanga sem heitir örugg tjáning og framkoma hjá þér en margt af því sem ég lærði í fjölmiðlaferðni hefur bara nýst í líf og starfi. Já, gott að heyra og það einmitt það sem að ég svona vona að þetta nýtist svona og líka þetta bara að við þekkjum fjölmiðla umhverfið, það partur af þessum kúrsi, fara inn í þætti og inn á útvarps- og sjónvarpsstöðvar og netmiðla og þekkja þetta umhverfið sem hefur svo mikil áhrif á okkur, á líf okkar. Það hvað í fjölmiðlum og hvað ekki í fjölmiðlum getur haft bara heilmikil áhrif á okkar daglega líf. Já, algjörlega. Og þú auðvitað þekkir þetta umhverfi betur en margir aðrir, þú varst ekki 30 ár að starfa í fjölmiðlum. Einmitt, við þurfum aðeins að koma inn á það. En síðust ár hefurðu einbeittir að öðru, þú ert rithöfundur, þú ert kennari og þú ert að halda alls konar fyrirlestra og stjórnendaþjálfanir og svona. Hvað var svona til þess að þú ákvaðst að snúa þér meira þessum vettvangi? Já, ég heldur reyndar ef maður hefur svona mikinn áhuga á að starfa í fjölmiðlum, þá það því maður hefur einhverja þörf fyrir að miðla og mér finnst til dæmis barnabækurnar, ég skrifa 4 barnabækur og 5 bækur fyrir fullorðna og þegar ég fari með barnabækurnar mínar inn á leikskóla eða yngri bekk í grunnskóla, þá finn ég líka rosalegan áhuga á að miðla til barna. Ég hef áhuga á að miðla til ólíkra hópa og að þegar maður hefur þessa þörf að þá finnst manni líka gaman að kenna. Þetta svolítið tengt, að vinna í fjölmiðlum, spyrja, segja frá, miðla einhverju, deila einhverju, vinna úr upplýsingum og þannig að ég held ég alltaf haft áhuga á að koma fram og kenna og miðla og svo áttaði ég mig á því að ég var búin að vinna í 30 ári í fjölmiðlum. Ég lærði þetta á sínu tíma í Háskóli Íslands og fór í framhaldssamt í Bandaríkjana og vann við þetta í útvarp og sjónvarpi, blöðum og ritstýri tímariti, 30 ára ferill. Svo allt í einu fann ég það að því ég svo mikla trú á því að maður þurfa að hlusta á innsæði sitt og hvað maginn að segja manni, hvað undirmeðutundin að segja, hvað að gerast í draumunum þínum á nóttinu og svona. Ég bara mikla trú á því að maður þurfa að rækta með þessi sjálfsþekking og hlusta á innsæið og ég fann það, ég er búin að vinna við þetta í 30 ár, þessi geiri mikið að breytast og ég upplifi svolítið svona been there, done that og alltaf þegar að ég var að fá símhringingar eða tölvupósta eða einhver skilaboð þar sem verið var að biðja mig um að halda fyrirlestra á námskeið eða kannski hanna nýjan kúrs að þá, ég bara þá fór allt að tikka og bara ég fann alveg svona stjörnur í skónum og það var svo gaman og ég fann að þar brann ég, þar virkilega var svona áhugi minn mest til staðar. Frekar heldur en fólk sem var að hringja, heyrðu mig langar svo komið þáttu ég að tala um þetta og eins og ég hafði brunnið fyrir því, ég var búin að því í 30 ár og elskaði það en bara gerði mig grein fyrir því að þarna var ákveðin að voru svona strömmkvörf, ákveðin gatnamót og ég bara greipi bremsuna og bara hætti og sagði flott tímamót, 30 ár, nú hætti ég
og fer að snúa mér að því sem búið að vera svona aukastarfið, að vera stjórnendaþjálfari. Svo var ég búin að kenna líka nokkur ár við Háskólann á Bifröst, ég er búin að gera það alveg síðan 2008 og ég myndi að kenna svona kúrsa. Einn nýr í skapandi greinum heitir framsetning og sala hugmynda. Okay. Og það rosalega gaman og ég geri það hanna þetta með Önnu Hildibrandsdóttur og þá erum ég að sko þjálfa nemendur sem eru með nýsköpunar hugmyndir og það ekki nóg að vera með frábæra hugmynd eins og þú veist. Já. Þú þarft að ná í fjármagn, þú þarft að sannfæra einhvern að vera með þér í þessu og fá fólk til liðs með þér, fá fólk til að fjárfesta í þessu og koma þessu út í veruleikan. Þannig að þú ert að kenna fólk að pizza? Ég er að kenna fólk að pizza og þetta, er það fyrir það? Já, og ég líka setja þetta upp sem keppni, þannig að ég er með fólk úr menningar og atvinnu og listalífinu í dómnefnd til að dæma. Nemendurnir eru svona, sumir eru með einstaklingsverkefni og sumir saman í hópum og þau þurfa, þetta er svona eins og Dragon's Den og Löfvens húle og fleiri svona þættir þar sem að þau þurfa að vera með kynningu og þetta er svona svolítið eins og sjónvarpsþáttur og dómararnir raunverulega úr atvinnu og listalífinu dæma hverjir gerir þetta best. En ótrúlega spennandi. Rosalega spennandi og þannig að ég var farin að brenna svo fyrir þessu, þannig að ég bara skipti alveg yfir í þetta. Já, en þetta sem þú ert að tala þetta bæði þessi stjórnendaþjálfun sem þú ert með, þessi námskeið eða kennslan á Bifröst, þetta í grunninn snýst allt að hjálpa fólki að verða betri í einhverju betri framkomu, betri einhvern veginn, og þetta samt hlýtur að gefa þér mjög mikið, er það ekki? Annars værir við alltaf þessu. Þetta gefur mér svo mikið og það einmitt, sko, maður lærir svo mikið af því að kenna og mér finnst einhvern veginn eins og allt sem ég var að gera, það sem ég læriði, það sem ég gekk í gegnum, svona bara í lífinu, lífsreynsla, menntun mín, mér finnst það alltaf að vera að undirbúa mig undir þetta sem ég er að gera í dag. Ok. Mér finnst þetta alveg ótrúlega gefandi og svo verði ég að segja það að því að til þess að maður brenni fyrir hlutunum og finni svona vinnugleðina og starfsorkuna, að þá þarf maður að sjá einhver tilgang í þessu. Já. Og ég sé mikinn tilgang í þessu sem ég er að gera, alveg sérstaklega vegna þess að við lifum á tímum rafrænnar einveru. Það eru alltaf fleiri og fleiri bara í vinnu og lífi þar sem að þeir geta í raun og veru komist af með að vera einir og vinna með fingurgómunum á síma eða tölvu. Og þetta er ekki nóg fyrir manneskjuna. Þetta er ekki nóg fyrir sko sálarlíðu okkar, tilfinningarnar og heilan. Við þurfum að vera með öðru fólki en af því að nútíminn er þannig að við komumst upp með að vera svo mikið hverfa inn í rafræna einveru að þá er margir sem að hætta að æfa sig í mannlegum samskiptum og þannig að þeir til dæmis sem að finna fyrir kvíða eða eru svolítið félagsfælnir, það bara verður meira, það eykst og þess vegna sé ég alveg, ég sé tilgangi í þessu ég sé ég finn fyrir hugljómun. Mér finnst þetta mikilvægt og ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir að fá að miðla og vinna með fólki. Já, og maður finnur alveg í námi og bara á sjúkrahúsum og svona, maður finnur einhvern veginn alltaf þegar fólk er í starfinu sínu að því að það brennur fyrir því sem það er að gera eða ekki. Og maður finnur það svo vel hjá þér, hvernig þetta er svo mikið passion hjá þér. Og ég er alveg sammálaður, þetta er ótrúlega mikilvægir áfangar sem þú ert í, en samt rosalega svona óhefðbundnir með við annan nám, þú ert ekki með mikið bókum, bara eiginlega engar nema mína. Já, akkurat, en við vorum að geta skrifa niður eða skrifa ritgerð eða svona einhver stutt verkefni, en það snýrist aðalega bara einmitt eins og segir, samskipti og hittast, fara á staði í fjölmiðlaferðinni vorum að fara á alls konar ritstjórnir og þetta var svo einhvern veginn hagnýtt, þó þetta væri ekki rosalega bóklegir áfangar þannig að já, það var bara ótrúlega skemmtilegt og ég hef meitt á nokkra vini og þekki nokkra sem hafa farið í þetta nám á eftir mér og ég segi alltaf, nota þetta tækifæri vel af því að maður byrjaði á þessum áfangum með þér og svo var það ekkert meira svona næsta árin þannig ég alltaf bara nefnir að njóta þess að vera í þessum áfangum með sér, þetta er svo gaman og maður getur fengið svo mikið út úr þessu, maður notar þetta tækifæri rétt. Nú ætla ég að tala sjálfa mig til dæmis, mér finnst þetta bara svo mikilvægt. Þú ert nefnilega frábært dæmi. Já, ég þekki ekki önnur dæmi en ég get ekki sett frá fleirum. Já, af því að bara ef við förum að sé við að hvernig þú nýttið þér þetta, bæði varst hjá mér í framsækni örugg tjáning og líka í
fjölmiðlafærni að þá fyrir það fyrsta sko, ef við erum að spá í svona velgengni hjá fólki, hvernig byggir upp vörumerki og færð fólk til þess að hafa trú á þér og það til dæmis bara að framkvæma hlutina, klára hlutina í skóla, háskóla, klára verkefnin, skila á réttum tíma og ef þú getur það ekki að eitthvað kemur upp að hafa þá samband ekki gera ekki neitt bara standundi nafni sem bara svona vakandi manneskja sem vill gera vel og síðan þannig að þú gerði þetta alltaf og síðan þegar þið fóruð nemendurnir í heimsóknir á fjölmiðla og þið svona sögðu hvert þið vildu helst fá að fara til að kynna ykkur starfsemi fjölmiðla að þá varst þú og nokkrir aðrir hjá mér virkilega nýtt tækifærið alla leið því að þú bara bauðst þig fram í viðtal og þú bara sóttur vinnu og þú bara skapaði þér starfsframa ég var svo stolt af þér og það er einmitt svona sem maður verður að gera þetta að sko, vertu trúri við litlu og þeir treyst fyrir miklu og þorðu að biðja hlutina sækjast eftir því sem þið langar þá þarf maður auðvitað að þekkja sjálf eins og svolítið vel þannig að maður þarf að vita hvað maður langar og síðan að þora að biðja það þora að sækja vinnuna, þora að bjóða sér fram þú gerðir þetta og svo bara sko að horfa á þig bæði þú varst ritstjórnar fulltrú á tímariti og vikunni sem ég hafði einu sinni verið ritstjóri, ég reisti vikuna hún hafði legið dvala í mörg ár einu sinni og og þarna varst þú orðið ritstjórnar fulltrú og bara gera æðislega greinar og síðan að horfa á því í fréttunum á Stöð 2, þú veist ég ljómaði heimaði mér. Já, ég gaman að heyra. Þegar ég byrjaði í þessu námi þá var ég á svolítlum tímamótum, ég var búin að eignast þarna 2 börn með stuttu millibili og var svona pínu bara búin að vera fókus á það svo þegar yngri stelpa mín var 2 ára þá ákvað ég svona, núna ætla ég ákveða hvað ég ætla að vera þegar hún stór ég hafði alltaf mikið áhuga á fjölmiðlum og langaði að starfa í þessu umhverfi og ég hafði alltaf haft bara mikla þörf fyrir að skrifa og ég mitt miðla hlutum eins og þú segir og ég hugsaði bara þetta nám er fullkomið fyrir mig, miðlun og almannatengsl og ég hefði bara ekki trúað hvað þetta hjálpaði mér mikið að fara í þetta nám og ég áfangaði þér af því að það var bara markmið mitt, ég ætlaði að fá vinnu á fjölmiðli og við fórum í heimsóknir á nokkra og þegar ég fór út á vikuna þá var ég bara, þetta er spennandi, ég þarf aðeins að sjá hvernig stemmingin er og á byrtingsasatt þau fórum út inn, ég ætla að fá vinnu hérna og ég kynnti mig bara á staðnum og gekk svo á eftir því og sendi posta og endaði með að fá vinnuna 2 vikur seinna og ég er ekkert viss að ég hefði endilega fengið þetta ef ég hefði bara sendt post bara ég hef áhuga að vinna ekki á staðinum og ekkert endilega viss ég hefði viljað það að ég var ekki búin að sjá þetta allt og fá svona kynningu þannig að mér finnst þetta svo mikilvægt að koma þessu á framfæri þegar þú ert búin að ákveða hvað þú vilt að finna leiðirnar að því að tækifærin koma ekkert upp í hendurnar þér sjálfur en svo var líka svona flott sem þú gerðir og þú sagði já við viðtali því að svo varst þú beðin sjálfum að koma í viðtöl og til dæmis í sjónvarpsþætti á Stöð 2 og tala minimalisma og það sem þú varst að miðla og gefa af þér og inspirera aðra og gefa ráð og hvatningu og svona fallegan og góðan lífstíl og þá notaður tækifæri vel. Já, það var einmitt mjög óvænt svona, sem kom út úr öðrum áfanga í náminu í miðlunarverkefni áttu að gera eitthvað svona hlaðvarpsþátt eða tímarit skrein og ég gerði bloggsíðu og átti aldrei að fara með hann eitthvað opinberlega þetta áttu bara að vera eitt verkefni en þetta sprakk bara svo út og ég hafði bara svo mikið að gera, ég var í námi ég byrjaði þessari vinnu og með lítil börn en ég gat ekki bætt þessu við á þeim tímapunkti þannig að þegar þetta fór að vera svona yfirþyrmandi þá var ég bara sem er líka mjög gott að ætla sér ekki gera allt í einu af því að sko við getum gert allt en ekki allt í einu. Nei, það verður að svona dreifa svolítið yfir ævina. Já. En ég gerði þetta líka eins og þú á sínu tíma. Ég var í félags- og fjölmiðlafræði í HÍ og við fórum í að gera þætti upp í Ríkisútvarpi og þá hafði ég reyndar verið blaðamaður á sumrin en ég baði vinnu þar ég bara bankaði upp á og kynnti mig fyrst ég var komin inn, ég var byrjuð að gera þarna þætti, þó þetta væri bara svona kennsluþættir að hluta að náminu einhvað síður, þú veist, ég fann bara þetta er skemmtilegt, hvað þetta er gaman og semst bankaði upp á og kynnti mig og þar fékk ég frábært tækifæri
og mér finnst þetta svona, ég held að fólk of mikið bara sit og bíði oft á tíðum og hugsi, þú veist, hlýtur einhver að uppgöta mig eða næstu viku ætla ég að vona að eitthvað gerist eitthvað, en maður þarf að vita hvað maður vill og maður þarf að segja einhverjum frá því, maður þarf að sækjast eftir því og mér finnst líka svo gott að hafa í huga að þegar maður leitar til einhverja, bara alveg eins og nemendur mínir sem að fyrrverandi nemendur sem eru komnir út í samfélagir lögfræðingar eða starfa við hitt og þetta hér og þar, listamenn eða eitthvað, þegar þeir hafa samband við mann aftur af því að ég get kannski gefið þeim ráð eða meðmæli eða endurgjöf á eitthvað að þá ég er alltaf að minna þau á, þú veist, ekki vera hræddur við að biðja hjálp vegna þess að þegar það er leita til manns þá finnum maður svolítið til sín. Já. Þú veist, það er hvatning og það er hvetjandi, ok, stundum er fólk of mikið að gera og það hentar kannski ekki sérlega vel núna, en yfirleitt þá manni tekið rosalega vel þegar fólk biður aðstoð. Algjörlega, og ég heldur mitt að þetta yfir bara við margt, fólk er svona hikandi við að leita til annara og stundum hefur fólk bara hennilega ekki tíma til að setjast niður með manni eða hvað sem það er, en einhvern veginn er það mín upplifun að þegar maður hefur haft sambandi fólk og þá eru allir rosalega til í einhvern veginn að hjálpa manni. Já, svo erum við líka fámenn þjóð, þannig að þú veist það er þörf fyrir hvern og einn, hver og einasti er svo mikilvægur og við getum prófað að sinna alls konar hlutverkum í gegnum lífið, en maður þarf að sækjast eftir því. Já, akkurat. Og nemendur líka nota svona kúrsa eða þeir eru áhugasamir þetta á annar borð, þá geta þeir nýtt þetta líka til þess að bara sækjum stöðuhækkun í vinnu eða brjótast út úr einhverjum viðjum og fara að njóta sín betur í mannlegum samskiptum. Þannig að fólk hefur oft haft sambandið með setna og sagt, veistu það sér ég bara verð að segja þér, ég var veislustjóri í brúðkaupi, eitthvað svona, þannig að fólk nýtir svona þjálfun ef það hefur áhuga á því á alls konar máta í daglegu lífi. Og daglegt líf okkar einmitt, það ekki nóg að vera bara með fingurgóman á lyklaborðinu. Við þurfum að mæta fólki og gefa af okkur og hlusta á aðra og eiga góð samskipti. Og það er það sem að þú veist skapar veljaðan og bara, það er bara tilgangur lífsins, það er eiga góð samskipti. Já, og þú ert að aðstoða fólk bæði í svona engakenslu, ertu ekki með svoleiðis? Jú. Já, þú ert að taka þér bæði stjórnandi þjálfun og bara svona almenna þjálfun í samskiptum og framkomu, er það ekki? Jú, ég með í engakenslu og ég segja aldrei hverju koma til mig, það er algjör trúnaður, alveg eins og bara þegar ég var í fjölmiðlum, það var ýmislegt sem maður vissi um fólk, en bara karriér og vörumerki byggir á að halda trúnað og traust, byggir á trausti. En ég hef verið með í engaþjálfun, ég meina ég hef verið með engaráðgjöf fjölmiðlafólk og stjórnmálafólk og kennara og skólastjóra og alls konar fólk og fólk sem að svona einhvern veginn líka sumir hafa kannski vilja brjótast út úr einhvern veginn því það er búið að ákveða oft hver má tala, þú býr kannski í litlu plássi út á landi og það er búið að ákveða, þetta er manneskjan sem er alltaf öflugust í kvenfélaginu eða kirkjusókninni eða í bæjarstjórninni og eitthvað, og þessi manneski er alltaf að fá betri og betri tækifæri til að æfa sig og fer síðan í viðtöl í fjölmiðlum og fær alls konar tækifæri og fer á þing og alltaf að æfa sig en aðrir sem að kannski vilja líka fá að tala en einhvern veginn, ég get ekki farið það, ég er ekki vön að tjá mig, þannig að þeir svona sita á sér og bæla sér niður og þá eru sumir sem að bara ákveða, ég ætla bara að sækja mér engaþjálfun, ég ætla að brjótast út úr þessu og ég ætla að æfa mig með einhverjum ókunnugum á sem sagt nýjum vígstöðum. Það er frábært. Og ég hvet líka fólk, bara prófa, fara í kór, bara gerða eitthvað öðruvísi á nýjum vettvangi til þess að æfa þig að tjá þig við annað fólk og svona skapa þig svolítið, ákveða bara byggja upp á nýtt, þó að ef þú ert vön að vera alltaf hlédræga hógværa manneskjan sem ekkert segir, prófaðu þá að fara bara í einhvern nýjan félagskap, farið í Rótari eða bara prófaðu, bjótu þið fram í alls konar verkefni og stjórnun og kynningar og farið í kór bara, maður þarf að brjótast út úr þessum vítarhing. Algjörlega. En ég ætla að spyrja þig, hvað er svona, ef það er eitthvað
svona rauði þráðurinn sem þú sér sem fólk að leita til þín út af sérstaklega kannski fólk sem þarf að koma fram, hvað það svona sem að fólk þarf að bæta? Þetta bara, það eru stressuð eða þetta líkamstjáningin eða bara hreinlega hvað þau eru að segja? Það eitthvað svona eitt sem þú sér svona flestir þurfa að vinna í? Ég myndi nú segja að það fer eftir aldri, stétt og stöðu, það er nú allavega hana. En ég að meina svona heilt yfir bara svona fólk óttast þegar þarf kannski til dæmis að koma fram. Já, sko, algengar spurningar sem ég fæ, ég prófa að taka þær saman og lista þær upp á síðunum minni sirri.is, þar getur þú séð bara svona algengar spurningar sem fólk að glíma við. En mér finnst mjög oft, þá finnst mér frambærilegt fólk efast svo mikið eigin hæfni og færni og heldur að það sé verra en það er. Þannig að það þarf ofta að koma og fá bara svona staðfestingu á því og úttekt á því hvað það að gera vel. Og þannig að já, mér finnst frambærilegt fólk mjög oft bara berja á sér einhvern veginn og heldur að það sé ekki nógu gott. Og svo eru margir sem að líka óttast að vera ekki nógu hnitmiðaðir, tala bara út og suður og þá er ég að þjálfa fólk í aðferð sem að ég kalla bara hinn heilaga þrenning, skotheld aðferð við að undirbúa óundirbúna ræðu. Og svo eru margir sem að tala óskýrt eða tala of hratt eða eitthvað og þurfa að vinna svolítið með öndunina og hlusta á sig og æfa sig. En mjög oft þetta að fólk á einhverjum krossgötum eða tímamótum og kannski að fara að taka við stærri stöðu og það er sérstaklega ef þú ert að fara að taka við stærri stöðu í þínu umhverfi. Tökum bara sem dæmi bara tilbúið dæmi, einhver sem kennari í skóla og fær síðan stöðuhækkun og verður skólastjóri í sama skóla og þá getur viðkomandi orðið mjög óöruggur, býtu, hvað ég nógu góður eða góð að tjá mig, ég verð dæmdur svo hart af þessum sem ég var jafningi. Akkurat. Nú er orðin yfirmaður. Já. Þannig að þá vill fólk svolítið koma og prófa að tjá sig og fá endurgjöf á hvernig þau gerir þetta. Og svo náttúrulega líka annað og það hefur bæst við ein vít sem að þjálfa örugga tjáningu í rafheimum. Já, af því að við erum bara mjög mikið, það er mjög oft sem fólk í að sækja að komast í skóla erlendis í gegnum Teams eða í fjölmiðla viðtölum, í rafheimum. Akkurat. Og þú ert kannski að halda fyrirlestra eða sitja fundi, sækjum vinnu, allt í rafheimum. Já. Og það er bara aðeins öðruvísi svona tækni við að njóta sín þar og geisla og sýna persónuleikan og sjálfsöryggi. Já, ég man eftir þessu, þú komst aðeins inn á þetta í áfangunum hjá þér, þá áttu við að sýna eitthvað svona að gera verkefni þar sem að þú varst bara mikið að leggja upp úr því að væri fallið bakgrunnur og maður svona hefði sér til þó að maður væri ekki að fara neitt, af því að kannski þetta fólk ofti ég er bara í tölvunni, ég get bara verið í notebooksunum. Já, og ég með miklu meira svona efni núna og í nýjustu bókinni minni eru kaflar bara þetta. Já. Betri tjáning, örugg framkoma við öll tækifæri, heitir bókin. Ding, henni auglýsa. Af því það er bara full ástæða til, við erum svo mikið að koma fram í rafheimum og það er bara allt í lega staldra þessi við og skoða bara hvernig gerir ég það. Ég bara fagna þessu. Við lendum oft í miklu vandræðum þegar ég var í fréttunum á Stöð 2 og vorum að taka eitthvað svona fjarviðtöl og Zoom og fólk einhvern veginn, já, það er bara, ég ætla ekki að segja meira, það er bara þörf á því að læra bara að stilla sér upp fyrir myndavélina í tölvunni, ramminn og allt þetta er mikilvægt. Já. Þetta verður bara meira. Og fyrst, já, nákvæmlega, þetta er komið til að vera. En fyrst fannst mér þetta svona einhvern veginn, ég verið að hafa þetta með í bókinni. Vitið þetta ekki allir? Ó nei. Og alls konar svona eitthvað sem við höldum að sé eitthvað grín og djók og svona einhver íkt dæmi. Sko íktustu dæmin sem að þú getur sagt frá í bara svona einhverju gríni, ég bara hef séð þau bara nokkru sinnum bara í alvöru. Ég sé ýmislegt líka sko. Já. Þannig að já, ég er algjörlega sannfærð að það sé þörf fyrir þetta. Þannig að vel gert. En ég ætla að nota tækifærið af því að við erum ég er með þig hérna. Já. Og ég ætla bara að henda þér í djúpileguna og athuga hvort þú gefið mér smá þjálfun í beinni. Ég var búin að segja þetta við þig að ég er mjög meðvituð það að þegar ég er að tala hérna í hlaðvarpinu og svona, að ég tala of hratt og ég á þetta til
hvort sem ég bara að tala ekki í upptöku, heldur bara almennt að tala ég alltaf hratt og ég búin að vita þetta í mörg ár. Hvernig get ég þjálfa mig í að tala hægar og hugsa svona aðeins meira á meðan maður talar? Sko, það er náttúrulega bæði að muna það að öryggi og svona færni kemur með reynslunni. Þannig að maður það nú ekki að vera alveg meistari bara alveg þegar maður ungur. Þetta verður betra og betra ef maður leggur rækt við þetta. En sko, mér finnst þú tala skýrt, minnst þú tala mjög skýrt, minnst mjög gott að hlusta á þig. Mér finnst þú ekki tala svona hratt eins og þú segir, nei. Ég er búin að vera að stúdera þig og sá þig líka þegar þú varst nemandi og í fréttunum. Mér finnst þú tala skýrt og þó þú talir hratt að þá nær maður mjög vel því sem þú segir og líka, mér finnst röddin hvíla alveg hvílir vel hérna þannig að þú þarft ekki að vera að glíma við eitthvað að vera ofsalega skrækróma eða þú veist ekki með eitthvað svona sem þú þarft að yfirstíga þannig að kannski þetta eins og þú segir, fólk heldur að það er búið að ákveða fyrirfram eins og ég er búin að vera í mörg ár bara, ég tala alltaf hratt en svo kannski bara þarf maður að koma til þín og þá staðfesti góðu, þetta alltaf góðu og aðalatrið ef þú talar hratt þá aðalatrið sko, talar skýrt já. Og ef þú talar skýrt þá getur þú tala hratt en það skilst samt en líka að muna eftir gildi þagnarinnar þannig að fyrir alla sem að veltaði fyrir sig hvort þið tala hratt að þá bara eru þessi 2 verkfæri, það að segja að mun eftir öndun og ég er með alls konar verkfæri og á námskeiðum hjá mér ýmsar æfingar sem við gerum varðandi öndun sko, bara anda og líka ef þú segjum og sérst að fara að halda fyrirlestur og þú ert með einhver gögn fyrir fram að því blögg og hérna minnisatriði eða jafnvel niður skrifað kannski að fara að halda ræðu í brúðkaupi og þér finnst þú tala alltaf hratt alltaf skrifaðu bara inn á, settu bara punkta þögn, anda, pása og þá sérðu það þegar að þú ert þarna með kastljósið á þér og allra augubeina staðir þá minnir þetta þig á þetta að þú þarft til þess að tala ekki alltaf hratt þá þurfum við að hafa þögn og við þurfum að anda og líka þetta að muna að þögn er góð. Já, akkurat. Maður finnur það bara þegar maður er að hlusta á viðtölu svona, þegar fólk þagnar hans þá fer maður að hlusta af því að þá heldur maður að það sé að koma eitthvað mjög gáfulegt að því fólk er svo mikið að hugsa einhvern veginn, já. Og líka bara þetta er eins og þú nýtur ekki matar eða þú bara slafrar öllu í þig bara alveg í kvelli og þá er betra að hlusta á fólk sem aðeins andar og hefur smá þagnir Tony Robbins, heitir hann ekki Tony Robbins hérna bandaríski fyrirlesarin sem hefur sko margt gott hægt að segja hann en ég hef stundum hort á eitthvað hjá honum og bara allt í einu ég bara ég bara orðin alveg með öndin í hálsinu sko bara stressið því að hann þagnar aldrei það er bara engin pása það er engin kunstpása, það bara viður svo á honum að ég verð bara móð já, ég veit hvað þannig að þín leið er fyrir það fyrsta sko þú ert að horfa á þig og hlusta á þig maður að venjast sér og læra af því hvernig maður gerir það er ekki hégómi að horfa á viðtöl eða hlusta á sig það er bara fagmennska og síðan að sýna þig mildi ekki dæma þig of hart af því yfirleitt dæmum við okkur sjálf harðast og síðan þetta að bara temja þér að anda og ekki óttast þögnina. Nei. Ég er aðeins búin að vera að hugsa þetta sko og ég held að þetta gæti átt einhverja rætur í náttúrulega þegar ég byrjaði á Stöð 2 og fór í beinar útsendingar þú veist að þú hefur 1,5 mínútu og þú ert með rosalega mikið upplýsingum sem þú þarft að koma á framfæri og pródusent í eyrunum bara 10, 9, 8 og einhvern veginn þá ósjálfrátt fer maður að tala hraðar og ég einhvern veginn þarf að koma mér úr því tempói hér í þessu formati hérna að vera í hlaðvarp bara svona rólegu spjalli að ég er einhvern veginn svo vön að hafa svo lítinn tíma ég þarf að koma þessum upplýsingum til skila og svo rosalega og hérna ég er svona aðeins að vinda ofan af held ég
það líka eitt af því sem að mér langaði einmitt að ræða við þig og ég alltaf að taka bara persónulega reynslu af mér en í fréttunum einmitt, þá fór ég alltaf í svona ákveðin karakter og það ekki þannig sem mér langar til að vera hér mér langar ekki að vera í karakter í þessu spjalli en ég finn einhvern veginn að þetta kemur þetta tilfinning sem þú þekkir? Ég sko, mér finnst þú í þessu hlaðvarpi það sem að ég hef upplifað nú ertu náttúrulega bara nýbyrju með þetta en mér finnst þú bara verið í þeim karakter að vera þú sjálf en líka flott að átta sig á því að það er mismunandi sem maður að glíma við í beinni útsendingu í fréttum þar sem að allt er stutt 1,5 mínúta og allt getur gerst eða að sita í sófa í eigin hlaðvarpstætti þar sem þú ætla meira að fara á dýftina og fólk er kannski með hlaðvarpi í eirónum í göngutúr í skógi þá veistu að algjörlega. Þetta má vera aðeins rólegra tempó en mér sko þetta með að vera í karakter ég held bara, sko ég er svo léleg leikona ég hef aldrei geta verið annað en ég sjálf ég bara kann ekkit annað þannig að ég held að ég hef alltaf verið ég sjálf en svo get ég verið ég sjálf örugg eða ég get verið ég sjálf órugg og mér finnst líka gott að muna að maður eflist með reynslu sjóast með reynslu og þá fer óöryggi að sjást minna því meira sem að kemur fram og bara þeir sem eru ofta að stýra fundum eða halda ræður eða fyrirlestra þeir bara því vanari sem þeir verða því betur geta þeir falið að þeir hafi kannski átt vondanótt eða voru að fá erfið tíðindi eða bara líður illa í dag en þeir geta samt út af reynslunni haldið haus og samt gert þetta vel það er algjörlega þannig og það, mér finnst það ekki vera að vera í einhverjum karakter þá ertu bara þú sjálfur en þú ert bara komið reynslu til þess að halda haus sama hvað sko það sem ég er að meina í raun með þessum karakter sem ég tala að því að núna er ég ekki mikið fyrir að koma fram til dæmis og ég er bara lítið fyrir athygli heilt yfir þess vegna voru margir sem að þekkja mig bara mjög hissa þegar ég var alltaf inn að komin á sjónvarpsskjáinn í beinar útsendingar af því að þetta er ekki alveg í mínum karakter og fólk var að spyrja mig hvernig getur þetta, hvernig þú eru þessu og ég hugsaði alltaf bara, þetta er eiginlega ekki ég, þetta er svona vinnukarakter í rauninni og ég fann þetta líka oft þegar ég var að bara á ríkisstjórnarfundi til dæmis þurfti að fara að spyrja út í eitthvað sem bara ég hafði ekki hugmyndum, það var svona gott að fara í svona þennan karakter og ég þurfti ekki að vita ég var bara þykjast að vita eitthvað þetta bara Bjarni Ben, hvað finnst þér þetta mál? Þá fannst mér þetta líka á hvað öryggi ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta en held að sé kannski alveg einhver sem tengja við bara að vera pínu svona eitt karakter í vinnun við náttúrulega eigum okkur öll margar hlíðar en leikarar þekki þetta náttúrulega mjög margir leikarar eru bara óframfærnir og introvert og bara hlétrægir en njóta sín svo vel að vera í karakter vera að leika einhvern annan og bara virkilega blómstra þannig að þú ert kannski bara smá leikar í þér en er þetta ekki sko ég held að ráði við þessu sé líka að muna ég meina þig langaði að vinna þarna þú varst þarna sjálfviljug og gerðir það vel en líka að muna það að þetta snýst ekkert hann sjálfan þetta er sko, flestir eru með hugan við sig og er ekki að dæma mann eins hart og maður heldur og líka það að þú varst fulltrúi almennings þannig að aðalatriði var fyrir þig að spyrja spurninga ekki nákvæmlega hvort að hári var svona eða svona ekki hvort þú brásti svona eða svona heldur að koma með bara hvað er að gerast hvernig gerist þetta hvenær, hvers vegna bara koma með mikilvæga spurningar það er náttúrulega aðalatriðið en ég held að komi kannski með reynsluna að verða minna upptekin af sjálfum sér, eða ég veit það ekki svo er líka bara gott að geta kannski farið bara í eitthvað karakter mér fannst allan gott að hugsa þetta þannig ég er bara í vinnunni, ég er ekki hérna sem ég er bara sem fréttamörn þetta er bara eitthvað bjargráð kannski annars hefði maður kannski farið eitthvað óhugsa hlutina klæddir í fréttamann og úlpuna og bara eins og sko flugfreyjur og flugþjónar fara í búningin sinn og slökkviliðsmenn koma fram í viðtölum í slökkviliðsbúningi þá er það ekki Jói á Grundarstíg heldur hérna slökkviliðsvarstjóri það var kannski svona þessi pæling sem að ég
þess vegna spurði ég þig í byrjun en mér finnst þú bara vera svo einlæg ég að reyna að segja það að þú ert aldrei einhvern veginn í karakter Já, takk, sko já, allavega, ég heldur ekki að óttast það, sko, ég meina stundum ég náttúrulega bara á mína vondu daga og ósofin og áhyggjufull og allt og ég bara ekkert óhrædd við að segja frá því en það hins vegar sko staður og stund fyrir allt þú mætir einhverjum eitthvað kringlunni og hvað að frétta og þá fer maður ekkit endilega bara að opna sig með allt Nei, það þú veist, sumt vil maður tala við heimilislæknin eða sína nánustu og það staður og stund fyrir allt en ég prófaði þetta einu sinni, veist að því ég var ung ég prófaði þetta einu sinni að bara vera alltaf alveg, ég var einhverju svona sjálfskoðun og ég prófaði bara, vera bara alltaf útopnu og mætti einhverjum í bankastræti bara jæja, hvað segiru? Já, ég nú bara búin að vera alltaf þungu undanfarið og mægin og eitthvað bara, þú veist, fór að segja frá öllu það bara virkar ekki, get ég sagt þér ég dró sjálfa mig niður þetta var bara vandræðalegt maður kom ekki neinu til leiðar hérna í bankastrætinu þetta var allt og mikið upplýsingu fólk vill ekki svona virkulegar upplýsingar þannig að ég mæli ekki með því Nei. Staður og stund fyrir allt það er mjög gott ráð en ég er átt að með því núna, ég glemdi að spyrja þig í byrjun tökum við bara í miðinni, er það ekki alltaf leið? Jú. Það var spurningin hvaða ráð þú myndi gefa yngri útgáfunni að sjálfreiðir svona ráðið að skilaboð sem þú myndi vilja Yngri útgáfa, já sko alveg ef ég fer bara þegar ég var barn þá myndi ég gefa mér það ráð bara mundu þú ert barn þú þarft ekki að bera ábyrgð á öllu veist, ég hefði alveg gefið mér þetta ráð ég tók það alvarlega að vera ábyrgðafull og mér fannst ég bera of mikla ábyrgð á ýmsu þegar ég var barn þannig að þetta hefði verið gott ráð og svo bara eftir að ég var ung kona og svona fullorðina þá kannski myndi ég hafa vilja fá ráðið bara þeir eru allir vegi færir þetta reddast bara í alvöru maður finnur að sérstaklega á nóttinni að einhvern veginn, ef maður vakir á nóttinni þá sko sefur skynsemin og það fer alls konar svona á flugu eitthvað allt sé ómögulegt og maður sé ekki nógu góður og svona og þá er gott að hugsa bara þú veist þeir eru allir vegi færir og þetta reddast og einhvern veginn hlutinir hafa tilneyingu til að fara á besta veg og ég hefði alveg vilja vita það svolítið meira þegar ég var yngri það hefði alveg sparað manni áhyggjunætur og svona bara slaka þá Mér var svo gott sem að Eva Laufey sagði síðasta þætti sem búin að sitja aðeins í mér núna síðustu daga hún sagði eitthvað á það leið að við getum alveg skert alla hluti og bara lyfta okkur að prófa það sem við viljum að því að þetta hvað sem allt fyrirfram ákveðið þetta bara fer eins og þetta á að fara mér finnst það svona að taka svona pínu einmitt eins og þú segir, svona ábyrgðina frá manni, maður þarf ekki að stressa sig of miklu, það eitthvað sem einhver annar búin að ákveða þetta fyrir mann, mér finnst það svona góð pæling og þarna kemur öndunin líka sterkt inn, sko, bara aðeins að andun í maga og aðeins að slaka og bíða og sjá til og það svo, ég hef oft fundið það í gegnum lífi þegar ég hef ekki fengið eitthvað sem ég sóttist eftir og bara svo eftir smá tíma bara wow, hvílík blessun maður af því þá var eitthvað annað miklu betra sem tók við og þannig að ég held að ef maður hvílir svolítið vel í sjálfum sér og maður reynir bara sitt besta þá hafa hlutirnir dálítið tilneyingu til að reddast og fara bara á besta veg það er alveg rétt. Ertu svona andlega þengjandi eða ertu spiritual manneskja svona? Já, ég held það alveg klárlega og bý bara af því að hafa þegar ég var ung stúlka verið mikið svona leitandi og lesa mig mikið til og svona þráði að finna trú innra með mér og ég fann svona einhvers konar innri trú og mér fannst ég finna ljósið innra með mér og mér finnst ég hafa svona ákveðna leiðir til þess að tendra mitt innra ljós og þegar að maður og hver og einn getur gert það á sinn hátt veist, hvort sem það að hlusta gott hlaðvarp og labba í náttúrunni eða bara synda og hugsa eitthvað fallit í kafi eða bara fara í kirkju, bara fólk getur fundið óteljandi leiðir stunda hlaup eða hvað sem er en ef maður sinnir þessu sem maður finnur að gerir manni gott þá maður að tendra innra ljósið og þá, mér finnst hlutinni fara þá vel
og maður getur svona látið drauma sína rætast og ég hef skrifað bækur svolítið þetta og ég hef verið að leggja rækt við svona hluti síðan að ég var ung og mér finnst líka sko ég hef farið til New York fylkis í Bandaríkjunum og ég hef verið í Oxford að læra ræja jóga hugleiðslu. Ég hef alveg haft fyrir því að finna eitthvað sem gefur mér svona einhvert innra ljós og ég ekki að segja að mín leið sé svo rétt að hún rétt fyrir mig og bara ég hvet alla til að finna sína leið til þess að svona tendra neistan innra með sér ég veit ekki, hljómar þetta eins og klísja? Nei, algjörlega ekki og ég held að líka að þetta sé sko tala fyrir sjálf mig og ég veit að margir aðrir við vitum alveg hvað þarf að gera við vitum að svefn og næring og allt þetta sko en ég á allan til að ég ætla að byrja að hugleiða næstu viku ég fer í göngutúrun næstu viku eitthvað svona, þú veist, maður gefur sér ekki tíma maður veit þetta allt sko en ég hef einhvern veginn ekki náð að koma sér svona inn í einhverja rútínu að þú ert greinilega svona þú leggur áherslu á þetta, þú forgangsraðar þessum hlutum eða ekki Jú, en ég er orðin 60 þú hefði alveg geta verið bara áður nú komst í morgun að bara brjóta saman þvottan þú ákvast frekar, bara ég ætla að gefa mig tíma hérna að standa á haus og þetta það er svona frekar þetta sem ég er að meina að bara setja þetta í forgang yfir eitthvað annað sem skiptir minna máli Já, en líka muna að lífið er alls konar og það er alls konar tímabil og maður hefur mismunandi hlutverk eftir æviskeiðum ég er ekki með lítil börn heima hjá mér núna og ég get gert alls konar sem ég gat ekki þegar það var meiri hraði á öllu í kringum mig þannig að maður það líka svona þú ert ung kona með fullt af hlutverkum og maður það líka aðeins svona slaka á þú þarft ekki til að gefa þig tíma til að hugleiða stundum þetta bara nóga bara svona aðeins bara anda og kveikja á kerti og bara hafa huggulegt í smá stund þetta er ekki eins og að þurfa að gera eitthvað rosa mikið en hver og einn þarf að finna eitthvað sem að lætur húnu líða vel og vera ekki eins og hamstur og hjóli alltaf með milljón hlutverk segja stundu nei við einhverju og finna hvenar er ég að gera allt og mikið ef maður er að gera allt og mikið það gengur ekkert upp hjá manni Nei, velja sér kannski frekar færi hluti og gera það vel en að vera með allt og marga sem maður sinnir að hálfum hug Já, er það ekki? Jú, og ég hef svona í gegnum tíðina líka þurft að minna mig á að sýna mig mildi það koma líka svona álagspunktar í lífinu og það er mikið samkeppni og hraði og svona og maður þarf aðeins að muna bara slaka á, sýndu þér aðeins mildi maður tengir sérstaklega kannski við þetta úr fjölmiðlastörfunum sko, þú lítur að eiga margar sögur á svona álagspunktum þar, get ég myndað mér langar aðeins að koma inn á þessi fjölmiðlastörf hjá þér hvað finnst þér svona að hafa breyst síðan að þú byrjaðir eða bara varst á hápunkti ferilsins í fjölmiðlum og eins og núna með hvernig umhverfið það er í dag Já, vá Já, ég man bara svo langt aftur ég man eftir því þegar fjölskylda mín var að vinna á dagblaði og ég fór og sá prentsmiðuna og sá hvernig blöð voru unnin og hvernig setjararnir voru hreinlega að setja stafina og blek yfir mér finnst þetta hljóma eins og ég hafi verið uppi 1702 en ég man eftir þessu og þannig að það er gríðarlega mikið breyst núna koma valla út blöð á prenti og svo finnst mér líka bara samfélagsmiðlarnir hafa náttúrulega breytt opbáslega miklu og það er svona meiri hraði einu sinni þá var meira að maður gat því ég var ung og var á útvarpinu maður gat farið meira í heimsóknir til viðmælenda setið hjá þeim heima hjá þeim með upptökutæki undirbúið viðmælandan tekið viðtalið farið síðan og klift þetta og svona undirbúið þetta og nostra við þetta núna er það mikið bara hringt í einhvern, heyrðu, getur þú verið í símaviðtali hjá okkur eftir 5
og svo bara skellt í símaviðtal og þannig að það meira svona meiri hraði og meiri núinu og svo líka bara því að ég myndi ekki vilja vera með eins og þegar ég var með mjög vinsælan þátt í 5 ár á miðvikudagskvöldum alltaf Fólk með Sirri í beinni útsendingu fullt af fólki í salnum og það bara náði gríðarlegri hilli og mjög vinsælt og ég myndi ekki vilja vera með svona í dag vegna þess að ég var ofta að tala við fólk mjög viðkvæm málefni og það var nánd og fólk svona sýndi inn í kvikun á sér og við tölum alls konar vandmeð farin málefni í beinni og alls konar viðkvæm málefni og sko ef að samfélagsmiðlarnir hefði verið þá það var reyndar hérna Barnaland það var svona spjallþráður það sem að svona einstaka sinnum kom eitthvað rosalega einhver nasti komment einhvern viðmælanda sem hafði kannski verið að segja okkur frá einhverju og svo bara kom inn að Barnaland og eitthvað að drulla yfir viðkomandi oft svona byggt á misskilningi eða opbáslegri dómhörku eða bara fólk var ekki víðsýnt og núna í dag með öllum kommentakerfunum að þá væri sko þá er þetta náttúrulega miklu meira bara hvernig talað alls konar sem í fjölmiðlum allt mögulegt sem fólk leyfi sér að segja og skrifa það hefði ekki verið gott að hafa samfélagsmiðla á þessum tíma þegar ég var með fólk með Sirri og sko nú ég ekki að segja að maður að fagga niður einhverja skoðanir, alls ekki en fólk bara orðið í dag og það hefur breyst fjölmiðlaheimurinn hefur breyst svo mikið hvað það varðar að fólk leyfi sér svo oft, þú veist, jafnvel nafnlaust að skjóta niður og segja svo ógeðslegt aðra sem koma fram í fjölmiðlum Ég held þú ætlaðir að fara með því aðra áttu varst að segja tala að þú myndir ekki þóra þessi í dag út af einhverju sem fólk var að skrifa þá held ég að þú væri meira að tala þetta væri svona umdeild málefni eitthvað svona sem það má ekkert tala þetta, má ekki segja þetta en þú ert meira að tala kommentakerfin og bara svona viðbröðunum Já líka bara í raun og veru bæði Já, þannig að það er það sem hefur breyst mikið og svona þetta meiri hraði maður hafði meiri tíma til að fara og taka upp viðtöl og undirbúa nú þetta meira svona á blöðunum kannski heyrðu til í viðtal hérna ég sendi þér nokkra spurningar viltu svara þeim svo skrifaru sendir þetta er komið Já, það er rosalega mikið hraði og rosalega svona alltaf að gerast núna og mér fannst þetta ofta óþægilegt að maður ringi fólk kannski ég er með frétt í kvöld get ég rætt við þið til 5 mínútur og fólk, þetta kemur stundum aftan af fólki sem er ekkert vandi að vera í sjónvarpi það vill svona aðeins undirbúa sig og ég lendi ofta í fólk ég hefði nú kannski bara vilja fara í sturtu eða græja mig einhvern veginn svona get ég gert þetta morgun? Nei, þá er fréttin farin hún er ekki lengur relevant á morgun og þetta er skemmtilegt líka ég er ekki að segja ég er ekki að setja út á þetta er líka og maður líka nærðist á spennunni og hraðanum og öllu mögulegu en þetta er opaslega breyttur fjölmiðlaheimur og svo líka fólk vill fá allt ókeypis einhvern veginn fólk vill fá fréttir og fjölmiðla ókeypis en það þarf að borga laun og það þarf einhver að borga fyrir þetta bara mér finnst við vera svona á einhverjum stað í bara tilvistinni þar sem við eigum eftir að finna út úr þessu ég vil fá vandaða fjölmiðla ég vil gæði ég vil, þú veist, innihald og dýft og ég vil eitthvað smart og unnið og hver á að borga fyrir það veist, við eigum eftir að finna svolítið út úr þessu og fjölbreytni, við viljum ekki bara hafa einn ríkismiðil nei, við viljum fjölbreytni við viljum hafa flottan ríkismiðil en við viljum líka fá aðrar að við getum valið fyrir okkur og algjörlega en tengt þessu, ég ætla að spyrja hvort að þú væri með einhver góð ráð fyrir þá sem að langar að starfa í fjölmiðlum eða hafa áhuga á að kynna sér þetta umhverfi af því þetta, þó við séum tala eins og þetta sé eitthvað neikvætt þá er þetta er svo skemmtilegt skemmtilegt og líka ég bara held að sé ekki hægt að finna starf þar sem maður lærir meira alls konar hluti bara allar hliðar samfélagsins og ég held að þetta er bara svo skemmtilegt starf og lærdómsríkt þannig að ég mæli með því fyrir alla sem hafa ekki náhuga að bara prófa og þess vegna, ég veit að mörgum finnst þetta mjög spennandi en hver er svona þín ráð fyrir þeim sem langar að byrja að undirbúa sig fyrir að mögulega koma og vinna í fjölmiðlum já, þá bara læri eitthvað þú veist að mennta þig og þú veist að lesa bækur þú þarft að
spá í tungumálið Já. það er svo mikið vald sem að felst í því að geta tjáð sig og við þurfum að passa upp á íslenskuna núna þess vegna er svo mikilvægt að lesa bækur og hlusta líka á gott fjölmiðlaefni, hlusta á góð hlaðvörp og góða útvarpsþætti þar sem þú ert að hlusta á eitthvað svona gott mál. Þetta er svolítið bjánalegt að ég sé að segja þetta núna verandi að tala í hlaðvarpi en hérna það er bara mikilvægt ef maður ætlar að starfa í fjölmiðlum að lesa góða bækur og hlusta á gott efni og velja svolítið vandlega onni sig, vera svolítið svona mér varst bara kaloríur, einhver sagði hérna ég er kaloríu snobbuð og mér varst þetta svo frábært að þá borðaru ekki eitthvað sem er uppfullt af kaloríum ef þið finnst það ekki gott. Já, það ætlar ekki að eyða kaloríum í eitthvað sem er ekki gott og mér finnst það svolítið svona líka með það sem að þú lætur inn í augu og eyru vera svolítið snobbaður hvað það var þar eða vandfísin að velja fyrir sig bara gera kröfur gæði og vera svolítið svona sækjast eftir einhverju sem er velgert og þannig að það er eitt og síðan líka bara þú veist, við háskólan á Bifröst eru alls konar kúrsar eins og miðlun og almannatengst og ýmsir skapandi greinar og ýmislegt það sem þú getur svona fundið, er þetta eitthvað fyrir mig? Það er verið að kenna í HÍ eins og ég lærði fjölmiðla fræði þú veist, bara þú veist að finna, er þetta eitthvað fyrir þig eða ekki og svo líka bara gera eins og þú gerðir þú fórst í heimsóknir, nýtti tækifæri vel, fannst að þarna langaði þig að vera og þú sóttir vinnu og að byrja smátt, þú veist, hérna þú þarft ekki að fara í einhvert sækjast eftir risastóru jobbi strax. Ég lærði mikið af því að ég var sjónvarpsþula í gamla daga í aukastarfi. Þá var ég reyndar að vinna á útvarpinu á daginn með útvarpsþætti samfélagsmál á Rás 1, mjög gaman og svo að því að ég var að festa kaupa húsnæði og þurfti að vinna mikið að þá var ég í aukavinnu sem sjónvarpsþula á kvöldin og helgar og það var bara, maður lærði alveg ofboðslega mikið á því aukastarfi af því að ég lærði að höndla, þú veist, þegar eitthvað klikkaði og hitt og þetta bilaði og maður þurfti að redda sér og það var alls konar stress og ýmislegt sem gerðist og maður þurfti að tala, spinna, fylla upp í tíman höndla hérna mistök og hvernig ætlaði að redda þér út úr alls konar klaufalegu mistökum og svona þannig að að gera líka byrja smátt, prófa að finna út, er þetta eitthvað fyrir mig? Já, til dæmis bara, ég ætla ekki byrjaði sem klippari og þá bara fekk hann svo rosalega góð innsinn í starfi, var inn á ritstjórninni og bara einhvern veginn kynntist þessu umhverfi og vinnur sem fréttamaður í dag þannig að það getur byrjað og svo er þetta draupagangur og meðan þú ert kannski að sjá yfir höfuð hvort þetta sé eitthvað fyrir þig. Einmitt. Þetta er mjög sniðugt að gera þetta svona, byrja á einhverju smærra og vinna sér svo upp. Já. En saknar þú einhvern tímann þessa starfs að vinna í, þú veit að ert alltaf að koma fram einhver staðar og reglulega í fjölmiðlum, en hefur þetta einhvern tímann kýtlað að byrja aftur með þinn einn þátt eða fara í útvarpið eða eitthvað svona fasta vinnu á fjölmiðli aftur? Ertu bara búin að loka þessum kafla? Nei, það er náttúrulega margt sem að gerir sem að tengist fjölmiðlum á einhvern hátt veist, ég hef tekið að mér hitt og þetta þar sem að maður kannski tekur einhver viðtöl bara til dæmis að þú ferð inn á minningar.is sem er ókeypis vefsíða að ég var fengin til að kynna það á sínum tíma og tók viðtöl þar við fólk sem er að deila reynslu sinni og ræða minningar eitthvað mjög áhugaverðan einstakling og svona. Þannig að þú veist, ég hef alveg verið svona aðeins þó að sé ekki beint í hefðbundnum fjölmiðlum, þá hef ég svona verið að fást við ýmislegt og mér finnst það bara mjög gaman og bara mjög skemmtilegt að hafa svona á matseðlinum eða menjúinu sem ég býð upp á, þá er bara alls konar en það er reynda, það er eitt efni sem ég á eftir að klára í fjölmiðlum og ég held ég geri það einhver tíman, það er og það er í útvarpi ég er svona, ég veit ekki hvenær það verður
eða hvort það verður en ég er semst með eina hugmynd sem ég þarf einhvern veginn að ljúka áður að verður það og seint Ok, ekkert sem þú vilt gefa upp núna eða? Nei, Ég er spennt að heyra það er ekkert svona eitthvað brjálæðislega krassandi eitthvað, þetta er bara eitthvað sem þú er hugsað lengi og... Já, mér finnst það bara svo áhugavert þannig að þess vegna er aldrei að segja aldrei en ég er hins vegar mjög sátt í því sem ég er að gera í dag að sem stjórnenda þjálfari að miðla reynslu minn og efla aðra og fá að skrifa og kenna og þjálfa Þetta er rosalega fjölbreytt minnst það algjör forréttindi og opbáslega gaman Já. Er til eitthvað í svona starfi svona fjölbreytt og viðamiklu, er til eitthvað sem heitir típiskur dagur? Nei, ég held nú ekki af því að líka þegar ég er að kenna við Háskólann á Bifröst það er í lotum þannig að þegar að þær lotur eru í gangi og það eru staðlotur og nokkra vikur þar sem maður alveg með hugan við það svo er lotan búin og þá kemur tímabil á einhverju mánuður þar sem ég er ekkert í því og þá er ég bara með námskeiðin á vinnustöðum eða stofnunum eða fá fólk til minn í einkaþjálfun og svo koma líka mánuður þar sem ég veit að er yfirleitt aldrei neitt að gera í námskeiða og fyrirlestrahaldi. Hvað mánuður eru það? Já, til dæmis desember er mjög lítið, reyndar er ég svolítið bóku núna í desember en oft er mjög lítið í desember og mjög lítið í svona sumrin og þá hef ég hef skrifað bækur og þá hef ég geta notað tíman þegar að ég veit fyrirfram að það verður mjög lítið að gera í námskeiðum og fyrirlestrahaldi og bara þannig að það er ekkert svona einhver típisku dagur en maður þarf að maður þarf að hafa mörg gjátn í eldinum ef maður ætlar að starfa svona sjálfstætt og svo er ég ekki viss að maður gæti þetta ef ég væri að kaupa mér mína fyrstu íbúð eða ég væri á öðrum stað í lífinu þetta er allt öðruvísi þegar maður er orðin miðaldra og maður er ekki lengur með börn sem er á leikskóla og þarf að borga leikskólagjöldin og allt þetta og ég get til dæmis alveg leyft mér að vinna minna mér finnst ég ekki alltaf þurfa að vera að vinna eða ég bara En þú ert líka búin að vinna þig á þennan stað eða þú ert búin að vinna svo mikið hinga til að þú getur svona leyft þér núna aðeins að einhvern veginn ráða þér sjálf og bara þess er svo mikilvægt að muna að lífið er alls konar tímabil og stundum er rosalegt álag á manni og þá er allt í lagi þó maður hafi ekki tíma fyrir einhverja hugleiðslu eða endurlausa líkamsrækt eitthvað ekki vera að berja þig fyrir það það er bara mikið að gera í öðru núna eru bara mjög mismunandi tímabil í lífinu og svo getur maður líka verið mjög mismunandi svona sjálfsörugur og mismunandi upplagður í lífinu og það fyrir eftir bara hverju kasta lífi til manns mikil veikindi í kringum mann eða bara mikið álag, vonbrigði það er alls konar sem við erum að glíma við öll og þess vegna finnst mér alltaf gott að muna að sjálfsöryggi og framistað okkar getur verið upp og niður Svo kemur þetta líka bara með reynslunni eins og ég var að hlusta á viðtal við þessum fústing fyrir nokkrum árum að hvað var mikið frelsi þegar þú hættir að spája hvað öðru fólki finnst þú ert einhvern veginn ekkert föst í því Já, og aðalega kannski vegna þess að ég er svo sannfærð það að hver og einn er mest að hugsa sig Algjörlega Þannig að það er ekkert eitthvað rosalega mikið að spá í mig og þó ég myndi bóra í nefið á rauðu ljósi á Miklubrautinni það er ekkert einhver rosa mikið að spá í mig Nei. Fólk er með hugan við sig og það bara, þegar maður rifjar það upp þá ekki það, ég bóra ekki í nefið á ljósum en Við gerum það en bara það maður slakar svo mikið á þegar maður fattar ég er sammálaði þegar maður var búin að vera í einhverju beinni útsendingu og mismæla sig eitthvað og var alveg svoleiðis miður sín þegar maður kom heim eftir nokkuð skipti þá hugsaði maður kannski var einhver sem tók eftir þessu in the moment og svo er svo manneski ekki að spá meira í því það er engin að vera eitthvað einn daginn eftir Guð, sáu þetta þegar hún stamaði þannig í fréttunum í gerð, þetta var alveg það er ekki, maður er mest sjálfur að hugsa þetta en allir hinn eru með ágjur af sjálfum sér það er rosalega mikið frelsi þegar maður einhvern veginn átt að sjá þessu En ég var svo sammálaður en svo sá ég daginn mjög áhugavert og til eftirbreytni, til fyrirmyndar hjá mjög frambarlegri konu sem ég var á ráðstefnu og hún
kemur upp er kynnt til leiks og halda glærukynningu og mjög fróðlegan svona faglegan flottan fyrirlestur og þessu streymt út allt, fullt af fólki bæði í salnum og að fylgjast með þessu og ég var svo hissa á þessari glæsilegu konu að hún byrjaði að tala sér svo niður og alltaf svona að þetta nú ekki eins flotta glærur eins og hann var með hérna undan mér og ég nú ekki eitthvað og herri ég verð að fá mér vatn og svo náði hún sér í vatn niður á gólfinu sko fór af sviðinu misti vatni, glasið brotnaði svo fyrir hún upp aftur og segir ég svaf svo illa og þetta breytingaskeiði eitthvað svona ég bara vá hvað hann gerir lítið úr sér í byrjun og svo bara allt í hennu fyrir hún að riða og bara svima hana svo þetta grípa hana hún var semst að falli yfirlið og hún þurfti að gera hlé og hún þurfti að setjast á sviðið fólk voru að hjálpa henni og svo bara tökum 15 minna kaffipásu og þetta, svona getur gerst bara hjá fólki, það getur verið þú getur verið veikur eða eitthvað blóðsykursfall eða ég veit ekki hvað en svo kemur kynnirinn og segir ræðmaðurinn hún vildi ekki, við sögðum henni að fara til læknis en hún búin að ná sér hún vill fá að koma og klára erindið og hún kom upp aftur og bara sagði mér líður betur núna það allt í fína lagi ég búin að fá hressingu og mér líður vel ég ætla bara að klára þetta svo hélt hún þetta fína erindi og það ekki víst þetta að vera hennar besta framistaða en það var ljómandi fínt mjög fróðlegt og ég dáðist svo að henni vegna þess að þarna þá gat hún farið út búin að þessu í staðin fyrir að muna alltaf ég klúðraði þessu og það verður svo erfitt næst en svona, þú veist, hún einhvern veginn harkaði af sér og gerði þetta og nú ég ekki að segja að við öll að vera eins og einhver vélmenni og alltaf að geta þraukað en hún treysti sér til þess og hún gerði það hún vildi klára verkefni sem hún var komin til að gera hana og þetta var henni ekkert til minnkunar eða neitt að hafa lendið sem maður bara kunni vel við hana því að hún sýndi bara hún var manneskja en hún var líka manneskja sem sýndi að þetta þurfti ekki að vera fullkomið hún var bara tilbúin að ljúkusaf og bara gera þetta þegar við vorum í þessari áfengum hjá þér þú varst svolítið að tala þetta við erum öll bara manneskjur og þó við séum með alls konar ráð í verkfærakistunni okkar eða tóli í verkfærakistunni sem þetta grípi í þá kemur alltaf eitthvað upp þetta eins og núna þegar þú mættir að hún ég var í vandræðum með mækana og ég var bara og það getur alltaf verið eitthvað tæknivesen þegar maður með kynningu þetta bara einhvern veginn að þjálfa sig að halda rósinni þetta ekki hlutinni sem geta komið upp heldur bara svona hvernig þú bregst við þeim, það ekki máli og einhvern veginn, þú ferð svolítið í þetta í þjálfuninni, það ekki? Jú, ég geri það, mér finnst þetta bara þessi mannlegi þáttur að við megum vera manneskjur, við erum stundum astnaleg og kjánaleg okkur mistekst í dettum og eitthvað svona og það bara hluti af litur af lífsins og bara gott og ég segi fyrir mitt leiti, mér finnst miklu skemmtilega og ég hlusta betur eða manneskjan einlæg og í staðin fyrir að horfa á eitthvað sem svo vélmenni þetta einhvern veginn bara að vera einlægur þarf ekki að vera með einhver kröfum að vera fullkomin þá einhvern veginn held ég að þetta bara skilir sér meira það gerir það og ég held að líka á tímum gervigreindar, við kunnum alltaf betur og betur að meta þegar eitthvað ekta mennst og ekta einmitt. En við vorum aðeins að tala þessi verkfæri í kistunni hvað svona þitt uppáhalds eða þú getur gefið eitthvað svona eitt ráð sem að virkar alltaf fyrir örugga framkomu bara svona og samskipti setja þetta saman, örugga framkomu og samskipti nú ég að velja nú ég að fara í verkfærakistun og velja allt inn kemur til mín ég var í veistlöfum daginn og segir einu hvað þú að fást við núna og eitthvað og ég starfa sem stjórnendaþjálfari og kenni og getur ekki kennt þessum stjórnendum að bara vera almennilegar manneskjur þá var hún einhvern veginn alveg á því að stjórnendur væru bara einhverjir toppar eða ráðamenn þjóðarinnar og maður væri að kenna þeim eitthvað annað heldur en svona að vera almennilega manneskjur og það var svona svolítið sérstakt kannski var hún í glasi, ég veit það ekki en ég verið að hugsa þetta svolítið eftir á, eftir þetta og tengist þessari spurningu þinni að við
og núna til dæmis datt ég aðeins út og að hugsa mig og mér finnst það bara allt í lagi. Já, ég meina, þetta spurning, stór spurning sem að þarna þarf að hugsa aðeins það allt í góðu. Og hún einhvern veginn gaf sér það að fyrir það fyrsta að stjórnendur sem verið að þjálfa veri alltaf einhverju toppar og maður væri bara að kenna þeim eitthvað framapott. En mér finnst svo mikilvægt varðandi tjáningu að muna það að allar raddir þurfa að heyrast. Og ég sem stjórnenda þjálfari að þjálfa alls konar. Þú getur verið stjórnandi í eigin lífi, þú getur verið stjórnanda þínu vörumerki, þú getur verið stjórnanda þínu hlaðvarpi, þú getur verið stjórnandi í fyrirtæki, ríkistjórn, stjórnendur eru alls konar. Þannig að þess vegna ég að stjórnendur eru líka trúnaðamenn. Ég ofta að þjálfa trúnaðamenn innan verkalýðshreyfingarinnar eða þú getur verið stjórnandi í skóla. En þannig að stjórnendur eru alls konar og öll þurfum við einhvern veginn að vera sönn í tjáningu og að örugg tjáning er að segja það sem manni finnst og trúa því að þú veist, ég hef rétt á mínum skoðunum og ég má alveg eins og allir aðrir segja það sem ég finnst og það er þörf fyrir ólíkar skoðanir og það er svo slæmt ef við lifum á tímum skautunar og þöggunar, þú veist, við þurfum ólíkar skoðanir og þess vegna er kannski uppáhaldsverkværi mitt ping-pong. Það er að segja að spila borðtennis. Ef við spilum borðtennis í mannlegum samskiptum þá bara verður lýðræði betra þá heyrast fleiri raddir, við lærum með því að hlusta á aðra og gefa af okkur og góð samskipti eru sem sagt að spila borðtennis, ping-pong, það er að segja að gefa og þiggja, spyrja og hlusta og mér finnst ég beiti þessu bara í kannski svona barnaleg, ég þarf að hafa einhver svona þetta er bara svona tákn, þú veist, ég sé fyrir mig borðtennisbaða og þegar ég er einhvers staðar á fundi eða einhverjum mannamótum, kaffistofun einhvers staðar, kem inn á einhvern vinnustað og er að undirbúa að fara að halda námskeið og sitja á kaffistofun og svona, að þá passa ég alveg, ég hugsa, mann eftir ping-pong og hugsa, þú veist, er ég að tala eina allan tíman eins og gestur í hlaðvarpi eða er ég líka að spyrja hérna, þú veist, hvernig er að vinna hérna? Hvað gerir þú? Og hlusta ég á hérna eða líka, þú veist, ef einhver gefur mér boltan, teki við honum eða er ég, þú veist, bara fúll á móti og ég veit ekki og gef ekkert af mér, þannig að mér er svona örugg tjáning ef við bara venjum okkur við það að gefa og spyrja gefa og þiggja, spyrja og hlusta þessi samskipti það finnst mér í raun og veru í grunninn vera góð tjáning. Ég er alveg samanlegaður og einhvern veginn bæði það að líka það að vera opinn fyrir skoðunum annara en þú þarft ekki að vera sannfæra hérna að þín skoðun sé endilega svo rétta, bara einhvern veginn að geta átt svona eðlilegt spjall bara og verið stundum sammála að vera ósammála, það er ekki verið að meina. Já, og ég geri þetta á námskeiðunum mínum líka sumum að þá er ég með svona stefnumót við andstæða skoðanir að þá kjósum við fyrst eitthvað málefni sem er mikil skautun já eða nei, þú veist, með eða móti bús í búðir, já eða nei eða bara alls konar veist. Og þá þarftu að þegar við erum búin að kjósa, skipta í tölið þá þarftu að ganga og mæta andstæðri skoðun og þá þarftu að taka tekst fólki hendur, kynni sem er nafni og horfist í augu og svo eftir ákveðin aðferðafræði sem ég kenni að þá þarf það að eiga í tjáskiptum, skiptast á skoðunum og þá verður að hlusta á hinn og endurtaka til að sýna fram á að þú hafir skilið það sem verið var að segja og meðtekið það og svo segir þú þína skoðun. Þetta er svona stefnumót við andstæða skoðanir og mér finnst þetta bara dásamlegt að horfa á þetta. Það er svo oft sem að fólk að þegar að þú horfist í augu tekst í hendur og kynniði með nafni en ert ekki bara eitthvað að kasta einhverjum fúkirðum eitthvað í einhverju nafnleysi á lyklaborðinu að þá yfirleitt er fólk miklu viljugur að hlusta og líka kemst kannski að því að já, þú segir nokkuð heyrðu, við heldum að við verum alveg ósammála já, það er við erum aldrei sammála já, svo finnum við einhverja, þú veist, þriðju leið já, ég held að þetta sé líka bara lýsandi fyrir það, fólk leifir sér ýmislegt á netinu og í kommentakerfinu sem að myndi aldrei segja
face to face við manneski, þetta er góða punktur en við gætum örugglega verið í 3 tíma viðbót sko og mér langar nú bara að gera sérþátt þennan nýja kúrs hjá þér þarna sem þú ert að kenna fólki að pizza við áttum alveg eftir að fara í það en það örugglega sérþáttir að selja hugmyndirnar sínar Já, framsetning og sala hugmynda ótrúlega áhugavert bara skapandi greinar við Háskólann á Bifröst þar sko gerjun og sköpun í gangi annarkvært skrái mig í innan áfanga eða fæði í season 2 til að koma og fara yfir þetta þar en ég ætla að spyrja þig eitt að lokum og það hvaða ráð eða skilaboð þú vilt skilja hlustendur eftir með hvort það sé eitthvað svona sérstakt sem að þú vilt að þeir taki með sér út úr þessum þætti það má líka vera bara einhver áskorun jafnvel, vilt hvetja til að gera eitthvað sérstakt Já, fyrir utan þetta að spila bortennis og anda en annars ertu þetta búin að vera hafsjór af ráðum í þættinum sko Já, sko, eitt af ráðum mínum kannski líka að spurja aðra þannig að ég spyr þig hvað tekur þú út úr þessu spjalli okkar? Sko, við vorum náttúrulega með pínu fyrirfram móta við ætlum að tala mikið fjölmiðla og við gerðum það en mér finnst bara ótrúlega gaman hvað þetta hefur þróast eðlilega og ég var á einum tímapunkti sem ég er að tala svolítið mikið mig, ég er að segja þetta frá mínu en ég held að þetta sé bara líka einkenni þitt þú einhvern veginn fólk vill tala við þig og fólk vill treysta þér fyrir hlutum ég fór bara einhvern veginn að hugsa þetta var svona eðlilegra spjall en oft í hlaðvarpsþáttum finnst mér þannig að ég tek út úr þessu að mér langar að vera meira eins og þú bara með svona þægilega nærveru þannig að fólk opni sig og já, ég hef nú tekið þitt til fyrirmyndar í mörgu en ég ætla svona að taka þetta með mér að vera svona takk hlýjan mér hjartarætur en mér finnst þetta líka sína það sem að mér finnst kannski vera það sem ég vil að fólk taki út úr þessu það að við eigum að skiptast á skoðunum við eigum að spyrja og hlusta og við lærum svo mikið af því að hlusta á aðra og líka við höfum miklu þægilegri nærveru þegar að við sýnum öðrum áhuga til að vera áhugaverður þarfst að vera áhugasamur og bara svo ég sé alveg barnaleg eins og mér tamt sko til að eignast vini vertu vinur og þannig að sko, það sem ég vil að fólk fá út úr sér að muni bara eftir því að raddir allra þurfa að heyrast og það sem ég hef að segja ekkert minna mikilvægt en það sem einhver annar hefur að segja og ef þú ert óörugg í samskiptum mundu það bara, þú þarft ekki að halda endalausa ræðu, þú getur líka bara sko small talk mikilvægt spjall mikilvægt vegna þess að þá erum við að kynnast hvert öðru, við erum að máta okkur í samskiptum og að sem sagt ef þú veist ekki hvað þú átt að segja prófaðu líka bara að spyrja að því flestum finnst skemmtilegast að tala sjálfan sig og eru ánægðir með þegar einhver sýnir þeim áhuga og þá ertu að opna samskipti við eigum í samskiptum og við þurfum svo bráðnauðsynlega á þeim að halda til þess að bara hreinlega til okkur líði vel Ég held að þetta sé frábær skilaboð fyrir alla að hafa í huga bara í hvaða starfi sem og lífinu. Þannig að ég ætla að enda þetta á þessum nótum og Sirrí, 1000 takkir fyrir að koma og fyrir öll góður á þinn og gangið vel í öllu sem þú ert að taka þér fyrir hendur. Sömuleiðis, takk miklu frekar. Takk. Þátturinn verður þá ekki lengri í dag. Takk fyrir að hlusta og ég vona að þið hafi haft gaman af. Ef svo langar mig að biðja ykkur að gefa þættinum 5 stjörnur á Spotify eða á þeim veitum sem þið notið til að hlusta. Ég væri ótrúlega þakklátt. Svo vil ég benda ykkur á að fylgja vörumerki á Instagram en í næsta þætti þá ætla ég aðeins að fara út fyrir þetta þema sem hefur orðið hérna í byrjun seríunar og ég ætla að jafna út kynjahlutfallið en fyrir utan það þá viðmælandinn í þeim þætti í allt öðrum bransa en þeir hafa verið hingað til. Mjög spennandi, en svo líka að koma tími á að ég fari að segja ykkur frá mínu eigin vörumerki eða því sem ég hef verið að vinna að koma á laggirnar. Það styttist verulega í það, en takk fyrir í dag. Það kemur út þáttur í næstu viku. Ég heiti Margrét Björk og þetta vörumerki.